og þá upptaka komin í gang. Bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Ég verð bara að taka undir þessar áhyggjur hjá bæjarfulltrúa Ásgeiri og ég deili þeim einnig. Þetta hefur náttúrulega verið gengið á ýmsu síðan ég kem inn í þessa nefnd eftir síðustu kosningar og þetta svolítið kom beint í andlitið á okkur og það sem við höfum náttúrulega bara gert ráð fyrir því að þetta yrði bara næsta skref, þar sem að Bláfjallaverkefnið og uppbyggingu þar gekk alveg gríðarlega vel og nánast allt bara á kostnaði sem mjög óvanlegt. Þá einhvern veginn varð þetta verkefni allt í einu algjör andstæða þar sem að innviðagreiningin leiddi í ljós að kostnaðaráætlanir höfðu margfaldast. Það var náttúrulega svolítið reiðarslag inn í þessa uppbyggingu af því að við sáum náttúrulega fyrir okkur að fara bara í kjölfarið strax í uppbyggingu þar og það var náttúrulega hugmyndin að upphaflega að það yrði þá keypt notuð lyfta sem að reynslan hafði þá sýnt okkur í millitíðinni að væri ekki hagkvæmt, þannig að þá þurfti að skipta yfir í nýjan búnað sem náttúrulega hækkar kostnað en það sem kannski hefur mest áhrif bara uppbygging á innviðum almennt. Það sagt bara veitur og lagnir og allt við því tengist og þá eru upphæðirnar fljótar að hækka og í rauninni í þessu tilviki bara margfaldast. Þannig að það sem við vorum að horfa upp á það sem minnir hafa verið 1,8 milljarður upphafi náttúrulega komið upp í alveg himinháa fjárhæð í dag og þá náttúrulega kannski renna 2 grímur á sum sveitarfélögin. En fyrir okkur þetta náttúrulega gríðarlegt hagsmunamál eins og við vitum, bara út af staðsetningu sveitarfélagsins og þetta náttúrulega gríðarlega hagkvæmt fyrir okkur að hafa skíðasvæði í Skálafelli en svo fólk finnst mér, skíðafólk að uppgöta það einmitt að þó að hafi náttúrulega verið gríðarlega flott uppbygging í Bláfjöllum þá eru stærstu dagarnir finnst manni þannig að þá hefði verið mjög gott að hafa Skálafell einnig bara til að létta aðeins á því að umferðarþungin það mikill á þessum stærstu dögum. Þannig að ég mun sem fulltrúi Mosbæjar í þessa nefnd að sjálfsögðu halda áfram að berjast fyrir sveitarfélaginu hvað þetta varðar og það náttúrulega var tekin ákvörðun að fresta framkvæmdum sem var svo sem skiljanlegt á þeim tíma. Þá náttúrulega vaxtastigið ennþá verra heldur en það í dag og bara ástandið í efnahagsmálum þannig og mörg sveitarfélög kannski svolítið að berjast í bökkum bara með grunnþjónustuna og það sem þeim ber skylt að gera sem náttúrulega ekki að reka skíðasvæði sem náttúrulega bara auka þjónusta sem við viljum að sjálfsögðu veita. Þannig að við þurfum þá bara í kjölfarið að taka ákvörðun þá hvenær, af því að eins og bæjarfulltrúi Ásgeir nefnir þá náttúrulega samningurinn ennþá í gildi og svo lengi sem að það ekki búið að taka neitt út af borðinu þá náttúrulega höldum við okkar strik í þeim málum. Þannig að ég mun klárlega halda áfram að berjast fyrir því að uppbygging í Skálafelli verði framhaldið eins og upphaflega gerðu ráð fyrir. En það sem að trufla þetta líka náttúrulega uppbygging á veginum sem hefur verið svolítið að reiki hvar það í forgangsröðun hjá vegagerðinni. Því að vegur náttúrulega engan veginn í takti við þarfir nútímans og þá náttúrulega tengist það uppbygginga á bílastæðinu og húsnæðinu og svæðinu og svo fram til götunum. Þannig að þetta náttúrulega risaverkefni af því að það í rauninni þarf að byggja svæðið alveg upp á nýtt einni aðkomuna. Þannig að fólk gerir sig grein fyrir umfanginu. Já, þannig að ég held að ég hafi ekki orðin fleiri að svo stöddu þetta mál. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Þá var það bæjarstjóri, gjörðu svo vel.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og takk fyrir að taka þetta mál upp. Þetta hefur verið mjög heitt mál á stjórnarfundum SSH og ég deili alveg þeirri skoðun að ef það verður ekki farið í þessa uppbyggingu að þá tel ég að þessi samningur sé brostinn. Og það sem að við það sem að ég áði stjórninni að gera er að passa það að það færu ekki núna einhverjar aukafjármunir í áframhaldandi vinnu upp í Bláfjöllum. Það voru settar einhverjar milljónir með minna að hafa verið 50, bara í algjörlega nauðsynlegt viðhald, en okkar kollegar höfðu áhuga á því að setja meiri peningarna inn og halda bara áfram. Þannig ég bið ykkur öll stuðning í bara ykkar flokkum við þetta mál, vegna þess að þetta er svona dæmigert mál þar sem að koma eiginlega bara nýjir aðilar borðinu alls þar frá og einhvern veginn þessi virðing fyrir því að þessi samningur hafi verið gerður var mjög takmörkuð, verð ég að segja, bæði í nefndinni sem Sævar situr í og líka hjá stjórn SSH. En við erum allavega að halda vök okkar og höldum áfram að berjast fyrir þessu. Nú varðandi vegagerðina, að þá held ég að hún verði tilbúin þegar við verðum tilbúin. Þannig að hún hefur, þetta hefur ekki verið í forgangi, en síðan það núna, virðast þeir vera tilbúnir þegar við verðum tilbúin að koma þarna að uppbyggingunni. En það sem eins og Sævar nefnir að þá bæjarfulltrúi Sævar nefnir að þá var alltaf talað gamla lyftu en það ekki hyggilegt og þess vegna verður kostnaðurinn hærri, en þá líka ýmsir innviðir sem var ekki reiknað með í fyrri kostnaðaráætlun sem hefur komið í ljós að þarf að uppfæra. Þannig að það ekki bara það að það sé eitthvað verðlag sem hefur verið að hækka þetta. Þetta að hækka vegna þess að það verið að tala núna nýja lyftu en ekki gamla lyftu og ýmsa innviði sem ekki var gert ráð fyrir að sama skapi þegar upphaflegi samningurinn var gerður. Takk. Takk fyrir bæjarstjóri, bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Já, virðulegur forseti, takk fyrir. Ég ætlaði bara að taka undir það sem þeir hafa sagt, bæjarfulltrúi Ásgeir og Sævar, að þetta fyrir okkur mótsatt líka bara þetta mikilvægt mál. Og mér finnst skipta bara svolítið máli að við höldum þessu lofti og fyrir að stíga bara meira fram. Með hvernig þetta var eins og daginn þegar við lokaði Bláfjöllum og fínasta veður í Skálafelli. Það græða bara því til lengri tíma að hafa þjóðsvæði í gangi. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið þessara fundargerðar eða aðra liði hennar? Og tel ég ekki vera og fundargerðin lögð fram og þá erum við komin að 11. máli á dagskrá sem fundargerð 30. fundar heilbrigðisnefndar Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness. Fundurinn fór fram 27. janúar síðastliðinn og þar voru fjölmörg mál á dagskrá, 19 mál ef mér skjáttlast ekki, og fundargerðin opin fyrir umræðu. Og enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. En þá eru ekki fleiri mál á dagskrá þessa fundar og ég þakka fyrir fundinn. Næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar fer fram miðvikudaginn 19. febrúar næstkomandi klukkan 16:30 til fundarins verður boðað með dagskrá. Ég segi fundi slitið klukkan 17:25.